Já, komið þið sælir, áhorfendur góðir og velkomin í KA TV. Hér risa viðburður að fara fram í KA-milinu. Fjórði leikur KA og Hamars í úrslitaeinvíginum Íslandsmeistaratitilinn í blaki karla. Þarf að vinna 3 leiki og KA leiðir einvígi 2-1 sem þýðir það að það gjörsamlega allt undir á báðum liðum. KA-liðið með sigri tryggir sér Íslandsmeistaratitilinn. En Hamarsmenn þurfa að vinna til að knýja fram hreinan úrslitaleik á fimmtudaginn í Hveragerði og verður virkilega áhuga að sjá hvernig það spila sér alveg klárt mál að menn við klára sig gjörsamlega hérna. Komið að algjörum lokaleikjum á blaktímabilinu, svo geta menn fengið að hvíla í sumar. En þetta verður virkilega áhugavert að sjá hvernig þetta spilast. Hamar vann fyrsta leikinn í einvíginu í Hveragerði. KA svaraði svo með flottum sigri hér í KA-milinu í öðrum leik og stal svo heimaleikaréttinum með frábærum sigri í Hveragerði í þriðja leiknum. Og Hamar, þetta lið sem að hefur unnið allt sem hægt að vinna frá því að þeir komu með þetta öfluga lið sitt eftir að þeir Kristján og Hafsteini Valdimarssynir snéru aftur heim úr atvinnumennsku, voru búin að spila víðsvegar Evrópu í 10 ár, eru komið heim og þetta búið að vera frábært lið hjá Hamar og það alltaf sjálfsögðu, en hafa eins og unnið alla titla frá því að þeir komu aftur heim, þeir bræður, og verður áhuga að sjá þetta KA náði loksins að rjúfa þessa sigurgöngu þeirra. En við ætlum kannski að kíkja aðeins á lið gestana. Við byrjum þetta svona tiltölulega snemma. Þannig að fáum að sjá aðeins að rýna betur í þetta einvígi. Hamar í dag. Númer 1 Ragnar Ingi Axelsson, algjör lykilmaður, líberóinn magnaði í liði Hamars. Númer 3 Marcin Grazza. 4 svo Kristján Valdimarsson og 8 bróðir hans Hafsteinn Valdimarsson. Númer 10 Tamas Kaposi. 11 Agnar Pedro Baldursson. 13 Húbert Laseki, 14 Valgeir Valgeirsson, 16 Tamas Magyar og 18 Haraldur Örn Björnsson. Spilandi þjálfari svo Tamas Kaposi. Og það virðingavert að það eru nokkrir Hamarsmenn sem eru búin að gera sér ferðina norður og eru mætt í stúkuna, og þar meðal einmitt herra Kjörís sjálfur. Það Valdimar sjálfur. Sjálfsögðu mættu til að fylgjast með strákunum sínum. En kíkjum svo á lið KA. Og númer 1 Antoni Jan Suravski. Númer 3 stiga kóngurinn Miguel Mateo Castrillo, spilandi þjálfari KA, fór hamförum hér í KA-milinu í síðasta leik. Hann skoraði 43 stig, einhver magnasta framistæða sem ég séð sérstaklega í jafn mikilvægan leik og það var Mateo ótrúlegur. Númer 4 Pedro José Lozano og númer 6 svo fyrirliðinn Birkir Freyr Elvarsson. Númer 7, uppspyrjarinn Magnaði Stravko Kamenov, búinn að koma virkilega sterkur inn í KA-liðið síðara hluta tímabils. Og númer 8, einnig gríðarlegur stigaskorari Óskar Fernández Elís. Númer 9, Sölvi Páll Sigurpálsson. Og númer 10 Hermann Býring Ottosson. Númer 11, Draupnir Jarl Kristjánsson. Númer 13, Gísli Marteinn Baldvinsson. Blokk kóngurinn í deildinni. 14, líberóinn Magnaði Mateus Jelenevski. Númer 16 Magnús Rosatsa. 19 Andri Snær Sigurjónsson. Og svo það Gía Guðnadóttir sem að stýrir þessu á bekknum. Aðstoðarþjálfari hjá Mateo og að svolítið í lykilhlutverki
Þeirra þjálfarinn spílandi leikmaður einnig. En þetta svona fer að fara af stað hjá okkur. Ég segi Ágúst Stefánsson heiti ég. Og mér til aðstoðar Stefán Jóhansson á tölfræðinni. Verður vonandi, eins og ég segi, magnaður leikur. Já, eins og ég segi, þetta að verða klárt. Við erum að klára að kynna liðin. Já, afsakið, við erum að klára allt skipulag hérna fyrir leik. Og það mikið að vera, gera allt klárt fyrir leikinn, gangur skuggum allt virki. En það Káa sem að mun byrja leikinn, það Stravko Kamenov sem að mun byrja þetta. Fín stemning í húsinu, mikið að vera í kvöld, en sem betur verið mætingin flott. Og vissulega viljum við fá ennþá fleiri í húsið, ef einhver í bænum að fylgjast með, endilega mæti í Káamilið. En hér kemur Stravko Kamenov fyrir Káa og þetta fer af stað hér. Smá brasa móttökunni hjá gestunum, en og í kjölfarið tvíslag á Ragnar, hann fljótar að viðurkenna það. Og Káa fær fyrsta stigið. Já, fer vel af stað. Og Stravko heldur því áfram í uppgjafastöðinni. Kemur hér og nú móttakan betri á gestunum og hérna kemur hörkubolti sem að frábær hávör þarna. Mér sýnist að vera Hermann sem að kláraði þennan bolta. Sjáum þetta aftur. Kemur boltinn hérna á kantinn og jó, þetta Hermann Byring. Frábært blokksti og Káa komið 2-0. Stravko áfram í uppgjafastöðunni. Bras á móttökunni hér. Og kemur Óskar með vörnina, missa boltan yfir. Nú sens fyrir gestina, kemur hörkuboltinn á miðjunni og þeir skora. Hafsteinn Valdimarsson kemur með fyrsta stig gestana. Minkar þetta í 2-1 hérna. Snýr hérna vörn í sókn og Hafsteinn gerir mjög vel þarna. Fyrirliðinn kemur hérna á blað. Og Matteus með móttökuna. Boltinn hér á Óskar og já, dæmt net á gestina. Þetta hárrétt. Hérna rekst Marsin í rest í netið og Káa fær stigið 3-1 og Óskar Fernández Elís kemur hér. Fastur bolti, Ragnar sem mjög góða móttöku og hérna kemur hörkubolta miður, frábær vörn og Óskar boltinn inn á lífi. Komaður hérna hinum megin og þetta út. Sjáum þetta aftur hérna. Frábær vörn og Óskar boltinn hérna svo á díóstöðuna og þar kemur boltinn út frá þeim og Káa fær stigið 4-1, fín byrjun á Káa-liðinu. Óskar Fernández fyrir Káa. Bombar þessu bolta, frábær móttaka hjá Ragnari við virkilega erfiðum bolta. Boltinn á hávörðinni, Óskar bjargar þessu. Kemur boltinn á Matteo blokkaður og þetta vel gert hjá gestunum.
sjáum þetta aftur hérna. Óskar með frábæra vörn hérna, boltinn svo upp á Matteo og Matteo blokkaður hér af Valgeiri. Tamas Tamas Magyar með þetta blokkstig. Og kemur Marcin Gracia fyrir gestina. Hörku bolti, Óskar nær að taka vel á móti, kemur Sölvi Páll hérna af hárninni, nú snúaði vörn í sótt, kemur frábær vörn hjá Sölva hinum megin og Ítair og hann er Óskar mættur, vel lesið í honum, hraður bolti Jóra Hermann á miðjunni, verðast þessu og þessi bolti í net og Káa hennar, nei byrju hann dæmir hann hafi farið af hárninni, ég ekki sammála því, þetta verður til að sjá aftur, sem við sjáum hér. Mér veist hann að fara á strengnum en dæmdur að boltinn hafi farið af hárunni og út, þannig að Tamas fær stigið 4-3. Ég kynni það, ég ekki alveg hlutlaus. En hvað er það? 4-3 fyrir Káa hér, Marcin Gracia aftur. Setur hann í netið, já. Og fá bæði liðin bara stig núna. Stúkan þakka fyrir sig. Alltaf virkilega gaman að gera mistök og fá svona lúðalegt í bakið. Og Hermann setur svo boltan í net hinum megin. Þá er bæði lið búin að klikka uppgjöf. Svo hérna 1-1 í uppgjöfmistökum. Back to back. En hafa komið að því að Hafsteinn fari í afturlínu og bróður hans Kristján fari fram. Kemur Hafsteinn með hennar bolta og Óskar með móttökuna góða, kemur hratt uppspil á Gísla Martin, þetta virkaði hrikalega vel í síðasta leik og það er að virka aftur vel núna, Gísli komin inn á miðjuna og sjá að Gísli er stokkin upp áður en að Strafko fær boltan í hendunar og þú ert aldrei að fara að stoppa þetta. Gísli Martin búinn að vera frábær á miðjunni á Káa í vetur. En Gísli var nú aðalega kantur fyrir þetta tímabil, skipta stöðu fyrir tímabil núna, það er búin að vera einhver besta miðjan í deildinni. En hvað gerist hér? Hratt uppspil á Kristján tilbaka, hérna bjúkustu við að boltinn var að fara á Tamas hérna. En boltinn tilbaka á Kristján, sjáum hérna vel spila og Kristján er fljótur að refsa hérna hans fyrsta stig í dag, hafa bara eitthvað báður komnir á blað. Tamas Magyar hérna með hennar bolta sem að Sölvi tekur vel á móti, kemur afturlínu smass frá Matteo, þeir verðast þessu, fín hávörn að vanda hjá gestunum og svo kemur frábær hátta Káa og hvað dæmaði hér? Já, hann stígur örlítið á línuna þarna, það er í afturlínu, það má hann ekki stíga á appisgulu línuna sem að skera milli framlínu og afturlínu. Það er nú oft sem menn sleppa með meira en þetta, en Sævar dómari grjótharður og Káa leiðir 7-5. Erfiður bolti fyrir Valgeir hérna og Valgeir ýtir honum út. Hann vil meina að hann hafi náð að ýta honum í hávörnina. Ég er ekki viss um það, sjáum þetta aftur hérna. Hérna finnst mér hann eiginlega bara að ýta honum beint út eins og dómararnir meta það líka. Og Káa leiðir 8-5. En nú reiðir á í kvöld að gestirnir í Hamar, þeir haldi haus. Þeir mistu hausinn svolítið í fyrri leikjum liðana hér í Káamilinu. Í deildinni þá vann Káa ótrúlegan sigur í Oddahrinu. Þá einmitt voru þeir fannir að pirra sig full mikið út í dómara og annað Hamarsmenn. Svo tapaðist einmitt leikurinn nr. 2 í einvíginu hér í Káamilinu á rauðu spjaldi eins fyndi og það er kannski fyrir að smera inn í blaðkeiminum. Þegar að Kristján Valdimarsson fékk rautt spjald fyrir að sparka boltan í pirringi í burtu og fyrir það fékk Káa 1 stig og það var akkurat stigið sem Káa vantaði til að klára leikinn. Þannig að það er spurning. Þetta verður háspyrna lífsætt undir lokin eins og ég er svo reiknað með hvort að Hamarsmenn ná ekki að halda haus. En hérna skorar þetta Óskar frábært stig og hérna er Gísli Marteinn með stórkostlegan ás. Annars stigið hans Gísla í leiknum og fyrsti ásinn í leiknum kominn. Sjáum við aftur hérna hörkubolti
beint á milli þeirra þarna og 10-6 fyrir Káa staða núna. Kemur Gísli aftur. Fastur bolti og þetta annar ásjánum, hann að bomba þessu gólfið. Gísli Marteinn Baldvinsson. Hann að gjörsamlega hjóla í þessa gæja og komin hér með 3 stig. Báða ásana í leiknum. Spurning hvað gerir núna, nær hann að halda áfram sömu pressu. Nei, þeir taka leiklega gestirnir. Tamas Kaposi sé nóg í bili. Reynir að kæla Gísla. Eins og ég segi, Káa-lið leiðir einvígi 2-1 og sigur hér í kvöld þýðir það að Káa hampar Íslandsmeistaratitlinum. Hamar verið handhafi Íslandsmeistaratitilsins, bikarmeistaratitilsins og deildarmeistaratitilsins síðustu 3 ár. Eða fyrir utan Íslandsmeistaratitilin í ár. Það verður 3. ári í röð að við vinna í ár. En vonandi fyrir okkur Káamenn og kannski bara blankræfinguna líka að vinna að fá smá fjölbreytni í þetta og Káa að klára þetta. En ég segi frábær byrjun á Káa-liðinu, 11-6 yfir hér og Gísli Marteinn heldur áfram í uppgjöf. Leiklið búið, spurning hvort hann á að halda áfram. Þessum uppgjöfum sínum, frábær bolti, móttakan flott hjá Ragnari og svo klikkar hér eitthvað tengingin hjá þeim. Við og Kristján næri ekki að ýta boltan yfir. Sjáum við hörku bolti. En Kristján hitti bara ekki boltan nægilega vel og það er svolítið aftalega fyrir hann. Og Káa er komið í 12-6. 4 stig í röð hjá Káa-liðinu. Gísli Marteinn heldur að hrella á. En þá setur hann boltan í netið. Þetta er svona áhættan við það að sækja svona úr þessu uppgjöfum. En erfitt að vera eitthvað reiður út í Gísla fyrir þetta. Búinn að skora 2 ása hérna og þvinga Hamar í erfiða stöðu. Staða núna 12-7 fyrir Káa og þá er Kristján mættur í afturlínuna. Þessi bolti þægilegur fyrir Sölva, bolti hefur á Strafko á Matteo afturlínu. Matteo með hörku bolta og skorar. Miguel Mateo Castrillo. Þessi magnaði stiga kóngur deildarinnar kominn á blað. Óvinnu seint kominn á blað Matteo en sjáu hvað þetta er vel slegið hjá honum og ég held að Kristján hafði bara aldrei séð hennar bolta þegar hann færi hann í bringuna. Hann kemur Strafko Kaminov. Smá bras áfram á móttökunni hjá þeim og þeir þarf bara að setja boltan yfir. Káa-lið er núna að halda bara að þjarma að þeim. Kemur Herma með hörku bolta. Þeir ná að verjast þessu. Skilur hann aftur yfir. Nú þurfum við að halda áfram pressunni. Strafko Kaminov á Óskar. Óskar læra að lemja hann en ekki alveg nægilega vel. Og í kjölfari kemur boltin yfir hérna frá gestunum og svo kemur Miguel Mateo Castrillo. Gríðarlegu sóknarþungi frá Káa í þessu rally. Og Mateo komið með þetta annað stig hérna. Frábærlega slegið og eins og segi, Káa-liðið hélt pressunni allan tíman. Og Hamar í nauðvörn í þessu rally. Þetta er eins og mun betri móttaka, nú fáið sénsinn og þetta geraði rosalega vel. Hóta hérna uppspilinu á miðjuna. En fer svo á kantinn hjá Marsin og hann bombarið sjá að Hávarður hugsar eðlilega Hafstein á miðjunni. En Marsin tekur svo boltan og skorar sitt annað stig, minnkar 14-8. En þá galopið hér í fyrstu hrinu. Nóg eftir. Þessi er úti. Já. Þetta er bara smá stöngin út hjá gestunum hinga til. Og munurinn 7 stig, 15-8 fyrir Káa. Óskar Fernández Celis fyrir Káa. Að halda árum að sækja. Það er stór hættulegt að byrja að slaka á í blakinu. Kemur Óskar. Hörku bolti. Þess að mjög góð móttaka. Og sjáum við svo Sölva í Hávarðinni. Leiti í Hávarðinni og hann gjörsamlega étur hann. Sölvi Páll. Sjáum við aftur hérna. Boltin hér á díóin. Og Sölvi með stórkostlega Hávarð 16-8. Þá var komið 2 blokkir, Hamar 1.
Kemur Óskar aftur. En setur hann út og Hamar komið með 9. stigið sitt, 16-9. Káa klikka á 3 uppgjöfum, við sjáum það að Káa er búið að bara með uppgjöf, gefa Hamar 3 stig af þessu 9. Hamar spilin ekki alveg komin í gang. Ja, kemur Marsin. Setur hann bolta beint á Matteus. Matteus enn og aftur með mjög góða móttök og kemur Matteo með áhugaðan bolta hér. Afturlínu bolti hér svo frá Marcin Gradza og hann skorar af öryggi. Það gera þeir mjög vel, sjáum að Matteo kemur með áhugaðan bolta og þeir eru fljótir snúa vörnin sókn og þessi afturlínu bolti frá Marcin mjög góður og minnka þetta í 6 stig, 16-10. Kemur Marcin aftur, skoppar þetta netinu og hann er að skora ás. Já, erfitt að lesa í svona fasta bolta þegar þeir skoppa á netinu og Marcin Gradza er að galopna leikinn á ný. Sjáum þetta aftur hérna. Jájá, þessi er inni. Það er ekki spurning, fyrsti ásinn á gestunum og Káa tekur leikhlé. Bæði lið búin að taka 1 leikhlé. Komið svona smá sveiflur í þetta núna, en Káa áfram í góðri stöðu 16-11. En við þekkjum það náttúrulega í blækjunu, þetta er mjög fljótt að breytast. Minnum svo á að það er áfram blakveisla framundan næstu daga. Á morgun mætast Afturelding og Káa í Mosó í 4. leik í kvenna. Þar leiðir Afturelding 2-1, þeir eru í sömu stöðu og Káa hér. Búin að stela heimaleikaréttinum, geta klára þetta heimavelli. Káa reynir eins og að knýja fram hreinan úrslitaleik. Þeir eru þá hér í Kámilna föstudaginn. En hér sjáum við að leiklið bítur á Marcin og hann setur boltan út. Káa komið í 17-11. En hér eins og ef að Káa vinnur þá handaði titilum í kvöld. Hamar myndi þess að með sigri tryggja hreinan úrslitaleik í Hveragerði á 5. Sjáum hvað gerist hér, hörku vörn hjá Hamarsmönnum sem snúa hérna vörnin sókn og Hafsteinn Valdimarsson skorar að miðinni. Og þetta Matteo aðeins og setna átt að sjá hvernig þessi bolti er að fara til þess að bjarga þessu. Það hefði verið ævindarlegt ef hann ná að bjarga þessu, en hvaðan það? Höldum við áfram, Hafsteinn fyrir Hamar. Byrjum svo þæð fyrir Sölva. Strafko upp á Sölva tilbaka og Sölvi skorar, bombar þessu að hárunni og skorar. 18-12 fyrir Káa. Sölvi Páll Sigurpálsson kom með sitt annað stig í leiknum. Sjáum hérna, tekur á móti sjálfur og bombar þessu svo að hárunni út. Sölvi þessi búinn að bæta sig að þeim finnst gríðarleg vetur og er líka fyrir viki komið í stærra hlutverk í Káa-liðinu. Matteus vel stærstur hér, gefur boltina á Matteo. Matteo er að lauma og þeir ná að verðast þessu. Kemur hörku bolti frá Strafko. Mér fannst nú eins og hefði komið touch þarna en það virðist ekki vera og Hamar fær stigið. Sjáum við aftur hérna fín hávörn á gestunum, svo kemur Strafko, ætlar að refsa. Nei, ætli þessi ekki rétt að Marcin hafi náð að fara frá þessu. Fyrir vikið þessi bolti bara út frá Strafko. 18-13. Strafko sko upp á Sölva aftur. Sölvi hefði eins og það að stoppa og fyrir vikið tekur hávörnin þessum bolta. En svo kemur magnaður bolti hér. Sjáum við bara sókna þungan í Káa-liðinu. Við vita það, þeir verða eitthvað blokkaðir en það skiptir bara ekki máli, menn eru fljótir að refsa og núna skora Strafko. Hans fyrsta stig í leiknum, þau verða alveg örugglega fleiri. Ótrúlega klókur uppspilari og fljótur að lesa ef hann á sensin á að skora sjálfur. Kemur afturlínu bolti sem Matteus ver. Sölvi hér upp á Óskar. Óskar ítar bara yfir, nú er sens fyrir gestina. Aðeins erfiður bolti hérna á Matteo verst þessu. Strafko upp á Óskar. Óskar slær hann fram í hárunni. Kemur afturlínu bolti frá Hamar og skorar hér. Já, hann Tamas
nær að slá hann hérna af háhorninu og bara beint niður í gólf. Og sá þetta náði ekki að halda þessi bolta á lífi. Þriðja stiga Tamas Magyar. Hann gerði hennar bolta, Sölvi með móttökuna, góð, kemur Matti á afturlínunni, hann er blokkaður og bolti bara stoppar í höndunum á Gísla. Þetta þekkjum við svo vel hjá Hamarsmönnum, þeir spila frábæra hávörn. Þeir bræður Hafsteinn og Kristján í lykilhlutverki þar. Mér sýnist þetta hins vegar hafa verið Marsin sem átti þessa hávörn. 19-15, allt galopið hér fyrir lokakaflann. Stravko. Ó, sjáu þið hvað hann er klókur! Það var ekki bara alltaf að bjarga sér bolta, hann er að ýta honum frá háhorninu og skorar hérna með stuttalegri laumu. Þetta geta bara snillingar og Stravko Kaminov fyrir að koma K.A. í 20-15. K.A. 5 stigum frá að taka fyrstur hinnu. Maður halda árum að sækja á þá. Kemur Gísli, Marteinn. Setur hann út eins og núna. Hann er búinn að skora 2 ása og setja 2 bolta út. Það er bara eins og gengur að gerist. Þá kemur Hafsteinn aftur inn í framlínunni hjá gestunum. Og Kristján í eftirlínu. Sölvi með móttökuna, kemur boltinn á Óskar Fernandes Elís sem að þrumar sig í gólfið. Móttakan búið að vera mjög góð hjá KR í dag og fyrir vikið er sóknarleikur búinn að vera hrikalega beittur. Hérna er Óskar að bomba þessi í gólfið. Sjáu það að háhornin er alltaf aðeins að reikta við boltarnir fara Matteo skiljanlega. Alltaf Matteo skoraði 43 stig í leiktafinni í KV-lunum daginn. En þá er að gera bara að nýta sig það og setja boltana á fleiri. En þessi bolti frá Matteo eins var út. Það var að klókur hérna að slá línu. En setur hann of uttalega og þessi er út. 21-17, Hamar er ennþá inn í þessu en þeir þurfa að fara að koma sér nær KV-liðinu sem allra fyrst. Já, Óskar með mjög góða móttöku, færast boltinn tilbaka og blokkaður hér af Hafsteini. Og Hafsteinn er að skora hér gott blokkstig. 21-18, 2 stig í gestunum. Komnar 3 blokkir hjá gestunum. Þessi eins var út frá Húbert. Húbert sækir rosalega úr uppgjöfunu sínum. Og KV lenti í vandræði með hann á tímabili í leiknum 2 hér í KV-linu. En þetta er alltaf eins áhættan við það að sækja svona mikið úr uppgjöfunum að þá getur alltaf að setja hann út eins og gerist hér hjá Húbert. 22-18, Óskar fyrir K.A. Hann bara léttan og móttakan góð hjá Valgeiri og hér er bras á Hafsteini, blokkar af Hermanni, reynar aftur og hér gott stig hjá Tamas Magyar. Sittur hann af háhorninni og út, saman að erfitt fyrir Matteus að berga þessum bolta, skoppar hann vel yfir hann af háhorninni. Og Hamar minnkar til 19-22. Kemur Marsin. Setur hann í neti. Þetta er rándýrt af þessum tíma í þessari fyrstu hrinnu. 23-19 núna. Þá gerir K.A. breytingu. Andri Snær Sigurjónsson kemur inn. Og fer þá í uppgjafastöðuna. Þá tekur hann Tamas Kaposi leikli fyrir gestina. Já, við kíkjum á tölfræðina eftir smá, fyrst að reyna að vera búinn og þá rennum við betur yfir þetta.
Frábær byrjun KR sem að kom okkur strax í þessa forystu sem er búin að vera að haldast eiginlega í svona 4 til 6 stigum út alla hreinnuna. Og rosalega mikilvægt núna að gefa Hamar ekki sénsinn á að stela þessari hreinu. Alltaf andlega sterkt að taka fyrstu hreinu. Sérstaklega í þeirri stöðu sem KR er að vera 2-1 yfir í leikjum. Og við segja Hamar eru með bakið upp í vegg. Þeir verða að vinna í kvöld til þess að halda þessu gangandi. Ja. Tamas Maggi að vinna bolta, strafkottakar á móti Óskar, setur hann upp á Matteo, Matteo blokkaður af Hafsteini, boltinn enn í leik, gefur boltinn aftur á Matteo og núna slæðir hann í gegnum háruna og skorar Miguel Matteo Castrillo, kemur KR 24-19, sá þarna hann blokkaður, þeir bara reyna bara aftur og þarna sjáum við að Hafstein er ennþá á leiðin í háruna og Matteo fljótur að nýta sér það. 1 stig viðbót sem KR þarf til að taka þessa fyrstu hreinu. Andri Snær áfram í uppgjöfinni. Setur hann eins og þar út. Og Hamar er enn á lífi. 24-20 núna. Þá er pressan á fyrirliðanum hjá gestunum. Hafsteinn Valdimarsson í uppgjöfinni. Sjáum hvað hann gerir. Beint á Óskar með fína móttöku og hratt uppspil á Gísla Martein á miðjunni sem bombar sig í gólfið. Þú getur ekki stoppað þetta hraða uppspil á miðjuna hjá okkur. Gísli Martein í ham hér og bombar sig í gólfið og kemur KR í 25-20 og KR vinnur það með fyrstu hreinu og leiðir leikinn hér 1-0. Já. Kíkjum aðeins á tímalínuna eins og ég segi, KR náði strax góðri forystu hér og mest var hún held ég hérna í 15-8 miðbik hreinunar. Hamar koma aðeins tilbaka en aldrei þó þann áallin að setja alvöru pressu á KR og að lokum vinst 25-20 sigur hér í fyrstu hreinu. Kíkjum svo á stigaskorið, hún er nú vel dreifð á KR-liðinu. Sjáum Gísli Martein er stigastur KR með 4 stig. Miguel Matteo Castrillo með 3 sem er ónýlítið á Matteo. Það segja okkur það greinlega að menn eru bara klárir í að dreifa álæðinu og þá kannski mitt græðum við á því að háutinni á Hamar getur ekki alltaf staðsett sig beint á Matteo. En með 2 stigur svo Stravko Kamenov og Óskar Fernandes Elís. Sölvi Páll einnig og svo er Hermann Bíring með 1 stig. Hjá gestunum þar er Marcin Gradza með 5 stig, Tamas Maggi 4, Hafsteinn Valdimarsson með 3 og Kristján með 1. Munar náttúrulega svakalega fyrir gestina að Tamas Kaposi, spilandi þjálfari þeirra, er búinn að vera að eiga við meiðsli og hann er ekki búinn að spila í leiknum hér hingað til. Gríðalegur stigaskorari og þeir þurfa að finna einhverja lausn á því að hans njóti allavega lítið við í dag. Hann hafði ekki séð hann hingað til og hann hitaði nú bara valla upp á hann. En sjáum þetta tölfræðina í fyrstu hreinu 25-20 sigur KR. Bæði lið með 9 stig úr smössum, KR með 2 ása gegn 1. 1 lauma frá KR-liðinu, engin hjá Hamar. KR með 2 blokkir, 3 hjá Hamarsmönnum. En sjáum svo kannski helsti munurinn er að Hamar gerir 11 mistök sem gefur KR-liðinu stig en KR 7. Og þar að veru 5 mistöðar uppgjafir sem að KR gerir henni bara 2 mistök í opnum leik og ef strákarnir ná að halda því áfram þá eru þeir í ansi góðum málum. En reikna nú með samt að liðið nái aðeins að stilla uppgjafirna sína af þegar líður á þetta. En já, sjáum hérna KR leiðir mest með 8 stig, stundum 16-8 og þetta var tiltölulega sannfærandi í fyrstu hreinu þó að við vitum það fljótt að breytast í blakkinu. Mátt aldrei taka fótinn af bensíngjöfinni eða dísilgjöfinni fyrir eftir í ákveðnu bíl þú ert. En já, þetta veit á ansi gott fyrir KR-liðið þessi fyrsta hreina og vonandi ná að halda áfram að halda pressunni á gestunum. Eins og móttakan sérstaklega þegar vorum að byggja upp þetta forskot var mjög góður KR-liðinu og fyrir vikið þá héldum við svakalegri pressu á
Hamarsliðinu og þeir áttu þá náttúrulega fyrir vikið mjög erfitt með að sækja tilbaka og eins og ég segi K.A. aðeins með 2 mistök í opnum leik. Það er reyndar óskhyggja að það verður þannig út leikinn að við gerum svona lítið af mistökum en segi kannski aðeins bara hvað menn eru innstiltir á það að klára þetta verkefni og hampa Íslands meistaratitlinum. En hér er alltaf að vera klárt í aðra hreinu. K.A. leiðir 1-0 eftir mjög flotta fyrstu hreinu. Þekkjum það eins og að leikindin er oft fljótir að breytast milli hreina og kemur ekkert óvart að Hamar myndi núna setja í annan gír. En það er Kristján Valdimarsson sem byrjar þetta fyrir gestina. Móttakana Sölva fær hann tilbaka aftur og setur hann fram hjá háutinu og beint á línuna. Þessir inni. Sölvi Páll heldur betur að skila sínu hérna. Móttakan sjálfur og fær hann svo beint tilbaka frá Strafkó. Og þessir allan daginn inni. Sigurbjörn Árni á línunni með þetta aftar hreinu. K.A. komið 1-0 hér í annar hreinu. Hermann með hennar bolta. Þetta var góð hjá Valgeiri, kemur svo boltinn á kantinn og þetta er virkilega vel slegið. Já, Marcin Gratza stigastur hjá gestunum, heldur að skora. Boltinn hennar á kantinum og setur hann af hávörðinni og niður. 7. stigið hjá Marcin. Það þurfa fleiri að stíga upp líka. Þá koma boltinn frá Húbert í hlum. Mikið kraft í uppgjöfunu sínum og svo kemur hins vegar Miguel Mateo Castrillo. Setur boltann í hávörðina út og K.A. aftur komið yfir hér 2-1. 4 stigið hjá Mateo og þau verða alveg tölvöld fyrir í kvöld. Fullir það samt að vona að við höldum áfram að dreifa spilinu eins og við búum að gera. Og hvað dæma er hér? Býttu nú við. Rakst einhver í neti, það hlýtur að vera einhverju Hamar hafi rekist í neti, sjáum við aftur hérna. Jæja, hann yfirstig þarna hjá Húbert. Þetta er mjög klaufarlegt þessari stöðu. Stígur þarna yfir línuna og taka eftir því. Jæja, Mateus með boltan upp á Mateo aftur línunni, fýtt bolti, Ragnarsson með mjög góða vörn, kemur boltin hérna hinum megin og Marcin heldur að hann raðinn stigunum. Líkandi 3-2. Hans 7. stig. Mjög góð vörn hjá Ragnari og þeir eru fljótir að snúa sér í vil og Marcin með hörku bolta hér. Hans 7. stig í leiknum. 3-2 fyrir K.A. Marcin kemur í afturlínu núna og móttakanni Óskari frábær og hratt uppspil á Gísla og Gísli blokkaður en boltinn skoppar út. Hafsteinn ekki með hettina með sér hérna. Sjáum þetta aftur hérna. Hörku móttakanni Óskari, boltinn svo upp á Gíslavartinn og Hafsteinn búinn að lesa þetta en hefur ekki hettina með sér og Gísli fær hér sitt 5. stigskrá. Já, kemur boltinn á Valgeir í erfiðri stöðu og hann er blokkaður. Gísli Marteinn er að blokka hann hér. Ég segi þarna hefði kannski verið auðveldara að reyna bara að ýta boltanum langt út í horn. En Valgeir reynir að vera sniður ítanum einhvern veginn í hávörðina en Gíslin er bara að stýra boltanum beint inn á völl og skora hér sitt 7. stig. K.A. kom með 3 blokkstig í leiknum. Valgeir aftur. Sittur hann utanlega, þessi var líkastæliðin út en Sölvi tekur hann, kemur Óskar Fernández, blokkaður, Matteus mættur undir, vel gert, kemur Matteo aftur línunni, hávörðinu út, það gengur allt upp hjá K.A.-liðinu núna, Matteo að skora hér, kemur K.A. í 6-2 í annar hreinu. Sjáu bara karakterinn í K.A.-liðinu, eins og Matteus, hann er gjörsamlega út allt þessi drengur. Algjörlega magnað að þessi gæja hafi fundist bara í fiskvinnslu á Grenivík og er núna búinn algjör lykilmaður í K.A.-liðinu og þessi bolti svo frá Valgeiri út. Það byttu nú við, þeir dæma touch. Já, þetta þarf ég að sjá aftur. Sést kannski alveg nú vel á þessum myndum en
Dæmt touch og Valgeir fær þá sitt fyrsta stig, minnkar 6-3 og þeir ná að losa þessar stöðu sem KA-lið var að halda þeim í mikilli pressu. Það líkur vel á Matteo sinni bara þumalinn upp. Ekki alltaf besti vinur dómarana, Matteo. Ja, áfram með smjörið, Hafsteinn með uppgjöfina fyrir gestina, kemur Óskar hinum megin og bombarunum út. Ekkert touch, þó Óskar sé að leita eftir því. En þetta sé rétt, Hamar fær stigið. Sjáum þetta aftur, Óskar, ég held að sé hárrétt, hann bomba bara út. Þetta er svona eina leiðarlega blakkið, menn eru alltaf að reyna að villum fyrir dómarunum og ég skilja þetta mjög vel. Stravko á Gísla, en Gísli hittir ekki bolta alveg nægilega vel og svo klár í hávörðinni, Matteus upp á Matteo aftur línunni, frábær bolti og þessi út og Matteo kemur hér með smá skítamúf sem þykist taka boltan sem er á leiðin út. Þetta er svo fara virkilega vel gert, sjá hérna sjötta stigið hjá Matteo í leiknum. Kemur KA í 7-4, mikið að höldum í frumkvæði. Boltið frá Gísla, skoppar á netinu. Afturlínu bolti frá Marsin og þessi bolti fer svo upp í tjaldið í loftinu á Gísla. Og Hamar fær stigið, sjáum þetta aftur hérna. Mjög góð móttaka og kemur hörku bolti afturlínu á Marsin og Marsin er á skora sitt 8. stig. Auðvitað munar hellingum það að Tamas Kaposi virðist ekki vera leikfær í dag. En þá þurfum við bara að stíga upp og Marsin er að gera það. Stravko á Hermann er að skora, þessi bolti beint á línu. Hár nákvæmir strákarnir í dag. Sjáum hérna flott móttaka og hratt uppspil á Hermann og Hermann Byring er að koma að setja annað stig, 8-5 fyrir KA. Kemur Stravko, Kaminov, setur hann eins og í netið og Hamar minnkar þetta í 2. Fyrsta uppgjöf sem klikkar í annar hrinu hjá liðunum. Spurning hvort að Valgeir leikir sama leik. Nei, frábær björgun af Matteus og einhvern veginn er þessi bolti ennþá í leik. Og svo skorar Marcin Graca. Sölvi misti hérna móttökuna langt aftur fyrir sig, en Matteus með stórkostlega björgun, en það bara hefur ekkert að segja. Því að Marcin Graca skorar hér sitt 9. stig, minnkar þetta í 8-7. Galopið hér í annar rinnu. Komið með að jafnvægi í Hamarsliði núna, endur í upphafi fyrstu rinnu. Móttökan góð núna og svo sjáum við frábæra vörðin á Ragnari hérna fyrir Hamarsmennina og svo í kjölfari fær KA-liðið stigið. Sjáum við aftur hérna. Já, hann stígur örlítið á línuna og KA fær stigið 9-7. Það er Óskar fyrir KA. Og hörkubolt að miðinu, Hórnin svo frábæra KA-liðinu, fljótir að lesa þetta strákarnir og svo kemur Matteo með stig, skorar hérna af Hórninni og í gól. Og kemur þessu aftur í 3 stig. Frábær bolti frá Stravko, Kaminov aftur í bak. Þetta er lönglega sem bolti þetta fara á Matteo. Boltinn frábær og Matteo klárar þetta í svona einu með lagið. Kemur KA aftur fyrir mestum yfir, Óskar. Valgeir í brasi hér og kemur Marcin Graca af Hórninni Matteus. Þetta sem bolti gangandi, kemur boltin á Matteo. Matteo situr hann uttalega og þeir bjarga honum frábærlega enn í leik. Stravko upp á Sölvi að singublokk, en þeir ná að verða þessu, koma boltan yfir. Nú er séns fyrir KA, Stravko á Matteo með geggjaðan bolta. Þessi tækni hans er algjörlega mögnuð. Kemur KA í 11-7. Sjáu hvernig hann slær boltan.
hans 8. stig og K.A. 11-7 yfir. Eru þeir að ná að slíta sig aðeins frá, komið 3 stig í röð hjá K.A. núna. Óskar Fernández Celis. Já, nú er móttaka mjög góð og er reyna að lauma og meira en bara reyna að Húbert skorar hér. Mjög vel gert hjá Húbert, sjá hérna. Sér að Hávarnin er ekki klár. Hermann hann á miðinni, hann kannski eðlilega beið eftir að hann myndi klára uppspilið, en Húbert skora bara sjálfur og umkvæmdi 3 stig. Matthías með mjög góða móttöku, Stravko upp á Sölva, Sölvi blokkaður og þetta er virkilega gott stig fyrir gestina. Sjáum þetta aftur hérna. Já, mér sýnist það nú vera Húbert sem að tók þetta. 11-9. Stravko upp á Sölva, Sölvi singublokk og klárar þetta frábærlega. Þarna gappa Stravko og gjörsamlega upp úr skónum með spilinu og Sölvi í dauðafæri sem hann nýtti sér frábærlega. Sjáu þetta, Hávarnin fer í kolranga áttir, ætla að fara Matteo. En það var bara Sölvi í dauðafæri að klára þetta. Þetta er nákvæmlega sem K.A. þarf að gera. Þeir eru alltaf með Matteo sem skorar og skorar og skorar. En það er bara svo auðvelt ef við náum að dreifa álæginu. Því að Hávarnin er alltaf tilbúin að fara Matteo. Kemur fínn bolti sem að Hermann tekur á móti. Kemur svo Matteo, hann er blokkaður út og Matteo er að skora enn og aftur. Skoraði bara 3 stig í fyrstu hreinu. Við erum komið með 6 stig hér í annar hreinu. Staðan er bara 13-9. Sjáum þetta, hann hefur búin að skora næstu í helmingina stigunum á K.A. í annar hreinu. Og aftur 4 stiga munur. Hermann. Áfram í uppgjöf fyrir K.A.-liðinu. Fínn bolti og þeir eru í smá brasi en frábærlega leyst hjá Húbert. Húbert las ekki, gerir eiginlega nákvæmlega sama og Stravko gerir fyrstu hreinu. Ítir boltanum virkilega vel hérna til hliðar og skora sér 3. stig í leiknum. Gott að þau eru ekki öll í þessari annar hreinu. 2 laumur og 1 blokk hjá honum. Kemur hann sjálfur hér í uppgjöfinni en Óskar með mjög góða móttöku bolti svo á Sölva og Sölvi skorar. Sölvi er að eiga virkilega góða leik. Hvergi Bangin er að skora sitt 5. stig í leiknum. Standa sig vel hérna á kantinum og setur hann hérna af Hávarninu og út. Aftur 4 stig, þá kemur Matteo. Góða tónlist. K.A. er komið 15-10, Gísli Marteinn. Sjáum þetta aftur hérna. Fljótur refsa hér. Þá tekur Tamas Kaposi leikli fyrir gestina í stöðunni 15-10 fyrir K.A. Já, K.A.-liðið aðeins að ná að slíta sig frá núna. Sjáum hérna síðustu 5 stigin, það eru 4 á K.A., 1 hjá gestunum. Og það er svona helsti munur K.A.-liðið er að ná að dreifa þessu rosalega vel. Fyrir vikið þá er þetta rosalega vott gestana sem að er Hávarnin er að draga svolítið tennirnar úr Hávarninni. Og þetta náður bara að halda þessu áfram. Ég segi þeir eru náttúrulega aðeins brothættir gestirnir núna þegar Tamas Kaposi er ekki að skora sín stig sem hann skora venjulega. En hérna sjáu þið Stravko Kamenov fljótur að refsa. Aftur missaði móttökuna yfir og Stravko sjáu hann bara lúrir við netið og bombar sig gólfið. 3. stig hjá Stravko, 16-10 fyrir K.A. Þetta er að líta ansi vel út fyrir okkur K.A.-menn. Matteo tekur stuttan bolta, Valginar að verðast þessu kemur boltin tilbaka og já, þetta er frábærlega klárað.
Ég segi þetta helst áfram hjá að Marcin Gradza að fara fyrir stigaskorunni hjá þeim. Hérna hann alltaf í virkilega góðri stöðu, 1 á móti Sölva. Skora hér sitt 10. stig, 16-11. Hvernig búið, en KA-liðið segir með gott tak á þessu. Marcin með bolta og erfið móttaka. Þeir ná að bjarga þessu, frábær karakter í KA-liðinu. Og í kjölfarið þá einhver misskilningur hjá Hamarsmönnum. Og KA fær þetta ansi ódýr stig, algjör nauðvörn á KA-liðinu. Kom boltanum yfir og þarna veit ég ekki alveg hvert Húbert ætlar að setja boltan. Þarna var allavega nákvæmlega engin og KA komið í 17-11. Sölvi yfir í KA þá. Valgeir slær hann að bolta. Sölvi með erfiða móttöku, vörn og KA-lið þarf að skila boltanum yfir. Sjensin í Hamar núna, Húbert tilbaka og þetta frábærlega slegið. Tamas Magyar með þetta stig. Og sóknarleikurinn á Hamar að minna á sig núna. KA-liðið búið að vera bara vissir nauðvörn núna síðustu rally. Aftur smá brasa móttökunni en þeir ná að gera ágætlega úr þessu og hörku bolti frá Óskar yfir, kemur Valgeir fyrir gestina, setur hann langan og já, þeir ná að tala saman á strákarnir þarna og Óskar ýtir hann yfir. Og svo fín hávörn hjá Strafkó spilar svo upp á Matteo, afturlínu Matteo að hávörninu út og skorar. Óskar brjálar með það verið netinn á hann en það skiptir bara engu máli, þú ert með gæja sem Miguel Matteo Castrillo, hann bara skorar. 18-12 fyrir KA að sjá þetta Óskar aftur. Alveg brjálaður hérna. Hann þarf að passa sig. Hann náttúrulega ekki fyrirliði KA. Hann má ekki vera að ræða við dómarana. Birkir Freyr Elvarsson, fyrirliði KA, á bekknum. Hann fyrirliði inn á vellinum Matteo sjálfur. Það hann sem má ræða við dómarana. En hér tekur Tamas Kaposi seinna leiklið sitt í þessari annar hrinu. KA komið 18-12 og eins og ég segi, Hamarsmenn bara í miklu vandræðum hérna. Tamas Kaposi nýtur ekki við. Hann búinn að vera á svona annari löppinni í síðustu leikjum. Og höfum það alveg að hreinu, það ansi mikið af ef hann ætlar ekki að spila í dag. Það þá alveg ástæð fyrir því. En hvað veit maður, kannski bítur hann í axlinn og kemur inn í næstu hrinu. Ef að KA tekur þessa hrinu þá staðan alltaf orðin ansi erfið fyrir þá. Ja, sjáum hvað gerist, leiklið búið, Gísli Marteinn fyrir KA. Fínn bolti, mótur hann góði á Valgeiri og kemur svo Tamas Magyar og hann skorar. Já, á hálfinu út, minkar þetta í 18-13. Sjáum þetta aftur hérna, móttakan góð og fyrir vikið kemur þetta fínn bolti á Tamas Magyar sem að skora sitt 7. stig í leiknum. 18-13. Svo í uppgjöfuna sjálfur og hér kemur boltinn á Óskar í blokk og Matteus klár undir, boltinn í leik. Þegar ítur hann langt, Matteo les þetta, kemur Óskar aftur og Óskar blokkaður aftur, frábær hávörn. Sjáum þetta aftur hérna, alvöru karakter í báðum liðum, fína varnir og enda svo í hörku blokk hérna. Mér sýndist þetta nú vera hérna Húbert sem tók þetta. Það kemur Matteo blokkaði, fín hávörn hjá Kristjáni þarna, kemur Matteo aftur, ítur hann langt og þeir verðast þessu og hvar endar þessi bolti? Sölvun að bjarga þessu og skilja hann yfir, Óskar gerir það. Nú séns fyrir gestina aftur, hörku bolt á miðjunni og Kristján Valdimarsson skorar. Já, þeir minnka þetta hérna í 3 stig. Hörku rally
En eins og ég segi, sóknarleikurinn Hamar að koma hressilega inn núna og KA-liðið að lenda oftar í því að vera bara í algjörri nöðvörn og þurfa bara að gefa boltan tilbaka. 3 stig í röð hjá Hamar og Gía Guðmundsdóttir tekur leikhlé fyrir KA. KA ennþá inni 1 leikhlé. En eins og ég segi, þetta búið að vera virkilega vel spilaleikur hjá KA-liðinu. En þurfum að klára þessar hrinur af fullu krafti. Rosalega hættulegt að gefa aðeins eftir í blækinu. Ég fannst einmitt í kvennaleiknum hérna daginn. KA-liðið var í mjög góðri stöðu að klára leikinu í 4. hrinu. Síðan stigu aðeins að bensíngjöfinni. Voru að senda boltan oftar aðeins bara örugt yfir í staðinn þar að halda að smassa bara fullu krafti. Og fyrir vikið kom afturhalding, nýtti sér það og unnu svo leikinn í upphækkun í 8. hrinu. En hér aftur enn 1 stig sem KA að fá eftir yfirstig hjá gestunum. Já, þetta rosalega dýrt þegar að Hamarsmenn í þessari stöðu að verða að vinna leikinn og núna 1-0 undir í hrinum og KA svona farið að hóta því að klára aðra hrinu líka og hér bras á gestunum. Móttakan ekki nægilega góð hjá Kristjáni og Húbert nær ekki að stýra sér bolta í kjölfæri. Sjáum við aftur hérna 20-15 fyrir KA núna. Sér boltana ansinn á netinu og Húbert reynir hérna að bjarga boltanum en nær því ekki. 5 stiga munur. Strafkó fyrir KA. Flottu bolti, Valgeir í brasi með móttökuna og þurfa að koma boltanum yfir. Valgeir gerir það. Nú séns fyrir KA. Nú séns, kemur Óskar að lauma en Tamas Maggi búinn að leysa þetta. Kemur svo hörkubolt fyrir á Marcin Gracia hérna hinum megin úr afturlínunni og svo kemur frábærlega lesið hjá Húbert. Sá Hárnin var að reyna að koma sér í einhvers konar stöðu þarna eftir mikinn hasar. En Húbert bara gjörsamlega ýtir þessum bolta bókstaflega í gólfið og minnkar í 20-16. Þá Valgeir Valgeirsson fyrir Hamar. Og Sölvi missir hérna valda bolta og þetta ásjá Valgeiri. Ég held að Sölvi held ég aðeins að ofhugsa hvað hann ætlar að gera með boltan hana og fyrir vikið missir hana. Og þá eru bæði lið komið með 2 ása í leiknum. Valgeir aftur. Setur hann beint á Sölva. Nú tekur Sölvi bara vel á móti með Bagger. Og áhugur bolti frá Matteo. Aftur Valgeir í smá brasi varnarlega séð. En sjáum við svo Matteus. Geggju vörn hjá hann og svo kemur frábær bolti frá Matteo. En Hávardin frábær hins að móti. Það allt frábært í það. Og þetta þetta moka Óskar. Ég get ekki vópað þessu. Bolti stoppar þetta hendina á hann og hann ítir hann svo tilbaka. Þetta bara pjúra mók. Og staðan skyndilega 20-18, 3 stig í röð hjá Hamarsmönnum. Og sjáu þið vörninni hjá Matteus, tekur hann á 11. stundu. Svo kemur Matteo með hann yfir og dæmt núna net á gestina. Þeir að fá allt of mikið að svona stigum á sig. Sjáum hérna á Kristján rekstaði netið og sér bara strax á líkamstjáningunni þegar hann lendir. Hann veit upp þessi sjómina. KA nær hérna að losa pressuna. Þetta var rosalega mikið að stig og dýrt fyrir gestina. 21-18 fyrir KA. Óskar Fernández Elís. Móttaka mjög góð hjá Valgeiri núna. Kemur krefjandi bolti hérna Marcin Gracia og hann spurning með yfirstig hérna hjá honum. Þeir sjá það ekki. Áfram heldur leikurinn, kemur hann aftur hér og smassaði boltan á netið og út og KA fær stigið. Sjáum þetta aftur hérna. Boltinn aftur á Marcin og Marcin alveg hættina með sér. Boltinn skoppar hann af netinu út en ég alveg nokkuð viss að hafa verið yfirstig á hann rétt á undan. Hann bara réttlæti með fullnægt að KA hafi fengið stigið.
hörku bolti frá Kristjáni miðjunni en frábær Hávörð til Hermanni en talandi frábæra Hávörð, þarna var alvöru Hávörð hjá gestunum en boltinn leiðin út og Matteo fær stigið, sjáum hérna frábær stig 5 stiga munur KA, 2 viðbót til að klára þessa hreinu. Óskar setur hann örugt yfir. Kemur Tamas Magia, setur hann út, það er ekkert touch þó hann hafi verið að biðja það. Og KA er komið í lykilstöðu. Hamar minnkaði 20-18. Nú er komið 4 stig í röð KA og þeir eru í algjöri draumastöðu á að klára þessa aðra hreinu. Settum við líbero skiptingu, Magnús Rosatsa mættur inn í KA-liðið. Gaman að sjá Magnús fá sénsinn og hér heldur Kristján lifandi fyrir gestina, minkar 24-19. Hörku bolta miðjunni hjá Kristjáni. Erfitt fyrir Óskar að virðast þessu lítil Hávörð á móti Kristjáni þarna. En nú má Kristjáni ekki vera á nein mistök. Gerir það heldur ekki. Það kemur svo Matti og reynir að finna touchið. Og Hamar fær stigið. Ég er ekki... Sjáum þetta aftur hérna. Nei, það er ekki touch. Nei, þessi bolti alveg tölvöld yfir Hávörðina. Hamar fær stigið réttilega, 24-20. Kristján aftur fyrir gestina. Matteus með mjög góða móttöku. Nú er séns, kemur Sölvi Páll og Sölvi setur hann út líka. Mér fannst ég heyra touch. Það býttu nú við. Hann breytir skoðun. Já, það er touch þarna. Mér sýnist það. Mér fannst ég heyra snertinguna. Og þarna er Hafsteinn ekki sáttur. Hann verður að passa sig. Eins og ég segi, þeir bræður, Hafsteinn og Kristján, þeim er heitt í hamsi en þeir verða að halda haus. Kristján fékk einmitt þessi rautt spjald í 8 hreinunni í leik 2 hér í KA-milinu sem var þess valdandi að KA fékk stigið sem vantaði til að klára leikir og vann í endanum. Hafsteinn var þar áður búinn að fá guldspjald og það var sama teiningunum í deildarleiknum hér, þá voru þeir búin að fá guldspjald fyrir tuð. Og núna reiðir virkilega á fyrir gestina að halda haus í erfiðri stöðu. 2-0 undir hér í KA-milinu. Á sama tíma er KA-liðið bara virkilega vel fókuserað og sjáum hérna svipað eins og fyrstu raunu. KA-liðið með frumkvæðið nær góðu fórskoti og hleypir Hamarsmönnum aldrei almennilega inn í þetta þó að Hamar hafi minkað í 2 stig undir lokin í stöðunni 20-18. Kíkjum á stigaskorið. Þar er Miguel Matteo Castrillo komið 11 stig, þar var 8 í þessari annar hreinu. Myndi all hressilega á sig aftur. Gísli Marteinn er svo næstu með 7 stig, Sölvi Páll með 6, Stravko Kaminov 3, svo er Óskar og Hermann báðið með 2 stig. Hjá gestunum, þar er Marcin Gratza með 10 stig, Tamas Magyar er með 6, Hubert Lasecki 5, svo er Kristján Valdimarsson og Hafsteinn Valdimarsson báðið með 3 stig og svo er Valgeir Valgeirsson með 2 stig. Kíkjum á tölfræðina í annar hreinu, 25-20 sigur KA aftur sömu tölur í fyrstu hreinu. Sjáum eins og munin á því að KA skoraði eitthvað 9 stig úr smössum áðan. Hún skoraði 16 eða 64% af sínum stigum úr smössum. Sóknarleikurinn algjörlega frábær hjá strákunum. Og hinum megin eru 10 smastig. Engin ásæk KA, 1 hjá gestunum. Engin lauma hjá KA-liðinu eins og 3 hjá Hamar. 2 blokkstig hjá Hamar, 1 hjá KA og sjáu þetta er eiginlega svipað tölur í síðustu hreinu. KA gerir 3 mistök í opnum leik, voru 2 í fyrstu hreinu. Strákarnir eru áfram að spila hrikalega vel og mikil gæði. Hamar eins og gerir 8 mistök í opnum leik en með eins og reyða það þeir klikka á getið einustu uppgjöf. KA klikka á 1 með að liðin klikkuðu bæði á 5 uppgjöfum í fyrstu hreinu. Þá er þetta mikil bæting. En KA leiðir þetta mest með 6 stigum í hreinunni og vinnur á endanum með 5. Kíkjum við örstutt á leikinni í heild sinni.
sjáum við, já, eiginlega bara magnað hvað KA-liðið búið að gera fá mistök í opnum leik. Sjáum við að 11 stig sem að gestirna fengi eftir mistök á KA-liðinu, þar af 6 eftir uppgjafir, þannig að það eru bara 5 í opnum leik og þau eru oft tölvöld verið það í einni hrinu hjá KA-liðinu, þannig að vonandi náðu þeir að halda þessu áfram strákarnir. En við erum kláruna í þriðju hrinu, KA 2-0 yfir, sigur í þessari hrinu, tryggir Íslands meistaratitilinn. Og nú er stóra spurningin, eru Hamarsmenn klárir í að bíta á jaxlinn og svara fyrir sig? Eða eru þeir aðeins að missa hausinn? Ég segi, þetta lið hefur eiginlega gjörsamlega valtað yfir allar keppnir síðan þeir komið með þetta magnaða lið sitt fyrir 3 árum síðan. Og blikur á lofti núna. Þeir sé að missa á sínum fyrsta titli frá því að þetta lið var stofnað. Það er ekki stofnað en þetta lið var sett saman. En þetta er farið af stað í þriðju hrinu. Kemur hörkubolti sem Hermann Bíring blokkar inn. Sjáum þetta aftur, þetta var tæft. Boltinn hérna á Hafstein með hárnina og hann er þetta dæmdur, hann hefði skoppað línunni, þetta er mjög tæft, ég get ekki dæmt fullkomlega með þetta. Línudómarinn í töluvert betri stöðu að lesa þetta heldur en ég. Hér er bras á þeim en þeir skoða boltanendan yfir og þetta er touch. Og Hamar fær stigið, ekkert þetta mótmála því. Boltinn frá Marcin Gratza, skoppar af hárninni, virkilega vel gert eftir mikið bras á móttökunni. Og Marcin skorar sitt 11. stig, 1-1. Ja, þá er komið að Húbert í uppgjöfunum. En mjög góð móttaka hjá Mateus og svo í kjölfarið skorar Miguel Mateo Castrillo. Heldur áfram að skora hans fyrsta stig í þriðju hrinu. Komið 12 í heildina. Og KA leiðir hér 2-1. Óskar Fernández fyrir KA. Fínn bolti en mótið góð hjá Valgeiri, nú er séns og mér muna engum að strafkona að bjarga þessi bolta. En Hafsteinn skorar hér sitt 4. stig í leiknum. Svona lítur út fyrir það, þeir ætla að fara að nýta sér Hafsteinn meira á miðjunni. Eitthvað þurfa að gera alltaf til þess að ná að brjóta KA-liðið baka aftur. Og alveg eðlilegt að fyrirliði eins og Hafsteinn taki meiri ábyrgð. En hér sjáum við boltan fara á Sölva. Sölvi ítir henni hárnina, hún er góð, boltin inn í leikinn, svo kemur Sölvi aftur. Og nú er Sölvi aftur blokkaður, frábær hávörn hjá Hafsteini þarna. Já, lokuðu vel á Sölva þarna, 2 hávörnir í röð og Hamar komið yfir fyrsta skipti í leiknum að ég held sem að Hamar leiðir. Þessi bolti skoppar hérna á netinu, strafskot tekur á móti, bolti svo upp á Matteo eins og mjög aftarlega og svo blokkaður allhressilega. Já, nú er hávörðin aftur að fara að minna á sig. Já, Hafsteinn Valdimarsson, hans 3. blokk í leiknum. 4-2 fyrir Hamar. Já, þetta er nákvæmlega sem þeir þurfa að halda. Aðeins að létta pressuna með því að vera í forystunni. Þessi bolti er eins og langt út frá Marcin Gratza. Og KA fikk þetta stig með þökkum. Eins og klikkaði engin uppgjöf hjá Hamar í annar hrinu. En þeir kliruðu þessu. Kemur Hermann. Hvar endar þessi bolti? Endar hérna Tamas Magyar og Tamas klárar þetta frábærlega. Mjög gott uppspil á Tamas þarna. Það sjáum við það að Sölvi er aðleita á mótunum. 5-3 Hamar.
Óskar missir móttökurina yfir og það fljótur refsan Tamas Magyar. Já. Þetta dýrt. Megum ekki missa á langt frá okkur. Fónt að klálega blóðtennurnar að við myndum ná að minnka til 2-1 þessar hreinu en þá kemur Miguel Mateo Castrillo. Þetta höfum við séð nokkur sinnum áður frá sem geggjaða gæja. Hans 13. stig, sjáum hérna. Boltinn upp á Mateo og áhaldin ekki klár. Og þetta virkilega vel klárað hjá honum. Ja, boltinn hér upp á Valgeir blokkaður og þeir ná ekki að bjarga þessu. Valgeir skorar. Aftur 3 stiga munur fyrir gestina. Það fyrir Sölva. Boltinn svo aftur yfir Sölva þarna og hann að skora. Já. Þeir lokuðu vel á hann áðan en sjálfstundið aftur komið í botni að Sölva. Frábær stig hjá honum. Það var tiltölulega þröngt á kantinum. Hann slæðir hann hins vegar bara ofalega á hávörðina. Boltinn skoppar lengst í burtu og þrátt fyrir hetjulega tilraun hjá Ragnari. Það hann ekki að bjarga þessu og Káa. Minkar þetta í 2. Sölvi svo í uppgjöf. Kemur afturlega bolti frá Marsin. Marsin setur hann út og Káa fær stigið. Hún ekkert langt út þessi bolti en Káa fær stigið. Ja, Sölvi aftur. Væri stertan á að jafna metin aftur og hérna missaður móttökum tilbaka en Valgeir fær eins og fína bolta, blokkaður og fær hann svo aftur í sig og Káa fær stigið. Þess að ekki nógu svekkjandi að vera blokkaður en að vera blokkaður, fá hann svo í sig og svo út. Og Káa liðið búið að jafna hér í 7-7. Gísli Marteinn áfram að blokka og blokka. Það er engin blokka meira en Gísli í vetur. En hér klikkar uppgjöfin hjá Sölva og í kjölfarið þá skiptir Sölvi fyrir Birki Frey Elvarsson. Þetta er rosalega gott vopn sem Káa hefur. Birkir náttúrulega í grunninn líberó. Spilar hérna kantstöðuna í afturlínu. Við erum eiginlega bara að spila með 2 líberóa. Þetta er svo frábær hávörn hjá gestunum. Aftur náðu þeir að komast 2 stigum yfir sem boltinn hérna á Óskar og ég sýnist að vera Kristján sem á þetta. Valgeir fyrir gestina. Þessi er inni. Pompaði niður þessi bolti. Ég var alveg sammála Káa-liðinu að lesa þannig að þessi bolti var að leiðin út. En hann pompar hann niður. Það var þetta að sýna þetta ekki að myndavélinni. En hann var inni í þessi bolti allan daginn. 3. ásinn á Hamar. 3 stig í röð, 10-7 núna. Og bras á Sölva í móttökunni, þeir ná að bjarga þessu. Og já, yfirstig á Óskar, já. Þetta yfirstig, það hárrétt að Óskar reynir að mótmæla þessu. Hann fór að hressilega yfir þarna. Sjá hérna, já. Hann er nú ekki best aðstil að sjá þetta sjálfur en Óskar. En hann var núna 4 stigum yfir. Kemur boltinn á Mateo með hörku bolta. Og nær að losa þessa stöðu. Já, Mateo, við erum farin að leita aftur meira að honum. En líka þegar hann er alltaf að skila sínu þá er það bara mjög eðlilegt að við leitum að honum. 11-8. Gísli Marteinn Baldvinsson fyrir Káa. Sjáum hvað Gísli gerir hér. Flottur bolti, mótinn hans að mjög góður. Ragnar ekki boltinn á kantinn og Marcin Gratza klókur hérna laumar honum. Laumar honum frábærlega og skorar.
kemur boltinn á Matteo slæðir hann frábærlega hérna frá línunni og í kjölfarið náður að koma boltan yfir. Reynir bara aftur, kemur aftur, Matteo af hávörðun og skorar. Já, eins og ég segi, við erum fannin að leita hressilega að Matteo, en hann er bara einfaldlega að standa undir því sem á hann er lagt. Minnkar þetta í 12-9. Zdravko Kaminov. Erfiður bolti hérna og dæmd seiling á Hubert. Ég held að það sé bara einfaldlega rétt. Móttakan var ansi framalega hérna. Og sjáðu, hann tegir sér hressilega bolta og Sævar dómari metur þetta sem svo að þetta hafi verið seiling. Seilir þetta yfir netið og KA fær stigið, 12-10. Zdravko aftur. Valgeir í brasi en þeir gera ágætlega úr þessu. En KA-lið núna í séns, kemur Matteo en Ragnar er að halda sig gangandi, kýlir boltan hátt upp í loft. Og Zdravko, hann velur Matteo og skorar. Kemur ekki óvænt að hann hefði valið Matteo. Og kemur heldur ekkert óvænt að Matteo hefði skorað. 16. stigið hjá honum í leiknum. Sjáðu að Ragnar er að staðsetja sig algjörlega frábærlega. En það er bara miklu meira en að segja að verðast þessu boltu frá Matteo. Og Tamas Kaposi tekur svo leikli fyrir Hamar. KA komið 3 stig í röð. Og eru farnir að anda all hressilega ofan í hálsmálið á gestunum. Fín stemning í KA-milinu. Og vonandi hjálpar að strákunum að snúa þessari þriðju seríu í vil og klára þá þennan leik. En jæja, leiklið er búið. Zdravko Kaminov heldur áfram í uppgjafstöðinni fyrir KA. Nú er hérna á móti hann betri á Valgeiri og svo kemur þetta útspil hjá gestunum sem virkar svo ótrúlega vel. Þeir hóta boltanum á Hafstein á miðjunni. Hann láta hann fara yfir Hafstein og svo kemur Marcin Gratza með hörku bolta úr kantstöðunni. Hans 12. stig, kemur Hamar í 13-11. Þetta vopn þeirra hefur heldur gengið upp í öll skipti sem ég er búinn að sjá allavega í þessu útstæðinni fyrir utan 1. Þá setti Marcin boltan í netið en hérna er Matteo að svara sast fyrir KA. Og er Matteo kantmegin. Það skiptir engu máli hvar hann er, hann skorar bara enga síður. Hans 17. stig í leiknum og öll úr smössum. Já, og þetta er vel gert hjá gestunum. Móttakan góð hjá Marcin. Uppspilið frá Hubert á miðjuna og Hafstein hratt og örugt og Hafstein klárar þetta vel. Þeir eru að ná að halda í forystuna. 14-12 núna. Kemur Marcin. Setur í net, þetta er rosalega dýrt, þessi pressan er rosalega á gestunum núna. Tímabilið hann er búið, þeir missa þessa hreinu. Og hann gerir KA sömu breytingu við gerðum í síðustu hreinu. Andri Snær Sigurjónsson kemur í uppgjöfuna. Sjáum hvað Andri gerir. Flottur bolti, eins og mótið hann góð og kemur Valgeir aftur og Valgeir skorar. Já, þetta hrifin að því þegar menn taka móti og fá boltan svo beint í kjölfarið aftur. Valgeir skorar sitt 5. stig í leiknum. Aftur 2 stiga munur, gengur erfiðlega á KA jafna metin. Það var sama staða og Hamar er búið að vera í fyrstu og annarri hreinu.
Aldrei náðast í að skrifa til fulls og jafna, en hérna uppgjöfin frá Hafsteini of löng og fer út. KA-liðið á síðustu stundu lætur boltann fara. En fáum við sénsinn á að jafna metin. Matteo fyrir KA. Kemur hér hörkubolti, þeir ná að taka móti þessu og svo Kristján Valdimarsson að skora. Allt í lagi að eiga 2 svona gæja á Kristján og Hafstein. Sjá að Strafko svolítið aftarlega í hárunni. Fyrir vikið þá erfitt að stýra boltanum eitthvað annað heldur en bara lengst í burtu. Það kemur Sölvi með hörkubolta og sjáiði vörnina hjá Ragnari og í kjölfarið skorar Kristján. Vá, þessi vörn hjá Ragnari, sjáum þetta aftur hérna. Kemur hörkubolti frá Sölva og hann nær að halda sig gangandi og í kjölfarið kemur boltin á Kristján á miðjunni og Kristján skorar sitt 7. stig. Það munir svo rosalega það að vera með alvöru líbero í liðinu og það eru sko bæði lið svo sannarlega með Ragnar í Hamarsliðinu og Matteus í KA-liðinu. Ja, kemur Matteo og skorar. Bombar hann hér í háhaldunum niður. Sýnist Matteo að fengi bolta svo í andliti í kjölfarið. Og þetta lagið með Matteo. Já, skoppar hann á háhaldunni beint í gólu og svo framann í Matteo. En nei, hann býtur í öslinn. Það getur sjálfur sér í kent, það hans verið að berja þetta svona fast. Það kemur Sölvi fyrir KA, 15-17 núna fyrir gestina. Og Tamas Magyar skorar, þeir eru að ná að halda þessi í 2-3 stigum núna. Tamas Magyar hér með sitt 9. stig í leiknum. Þá Valgeirsson fyrir gestina. Og hann að skora Óskar. Missir hann að bolti getur fingur sér. Og Gía tekur leikhlé. 7. stig hjá Valgeiri, hann komið með 3 ása, vel gert hjá honum og Gía Guðnadóttir tekur leikhlé fyrir KA. 4 stiga munur, Hamari vel skyndilega, lítið eftir á þessari 3. hinu og nú þurfa strákarnir að finna svör strax. Alveg klárt að ef Hamar vinnur þessa hrinu þá fá þeir blóð á tennurnar og verða þá fljótir að nýta sér það meðbyr í 4. hrinu. En sjáum hvað setur, hvort að leiklið hjá Gíu nái að hafa einhver áhrif. Valgeir, þessi bolti á Sölvi á Strafko ætlar að lauma en setur hann í netið og Hamar komið í 20-15. Sjáum það aftur hérna, kemur boltinn á Sölva og Strafko ætlar að vera klókur hérna en þeir eru verið búin að lesa þetta í hárunni líka, þannig að þessi bolti hefði getað endað illa, verr heldur en þetta. En hvað það, Hamar fær stíi 15-12 núna, 15-20 fyrirgefi, 15-20 ætla ég að segja. Strafko, Kaminov á Matteo af hárunni, Valgeir það fyrir aftan og svo kemur boltinn á Tamas Magyar sem að setur hann af netinum, Matteo verst og Matteo ekki klár þarna. Strafko heldur að Matteo sem komin að lappir og Matteo liggur í gólfinu. Ánægður sem að Sölva að reyna að berga þessu en þetta gætli, þú ert ekki með augu í hnakkanum þó að Strafko virðist þú oft vera með það. Þá sá hann þetta ekki og Hamar fær hér 21. stigið. Þeir eru komnir í ansi góða stöðu hér í 3. hrinu. Valgeir fyrir Hamar. Sölvi með móttökuna og frábær pönnukaka hjá Óskari. Heldur sig gangandi. Kemur svo hörkubolti frá Marcin Graca sem að kemur sér 15-22. 5 stig í röð hjá Hamar og þeir eru að fara langt með því að klára þessa 3. hrinu og knýja fram 4. hrinu.
og hér klikkar hraða uppspilið á Gísla Martein og mér sýnist KA-liðið svona vera aðeins búið að missa hausinn núna. Þessi bíða bara eftir því að klára þessa fjórðu hreinu en það tökur núna skiptinguna að Stravko út og Draupnir Jarl í uppspilararstöðuna í staðinn. Draupnir reyndar mjög flottur uppspilari en þetta svona væntanlega líka svona viss skilaboð að aðeins leyfa Stravko að anda, koma svo ferskur inn í næstu hreinu. Við sjáum hvað Draupnir gerir, hér setur boltan á Óskar. Óskar lemur þetta út, gengur ekkert upp í KA núna og Hamar skyndilega komið 9 stigum yfir, búinn að skora 7 stigur auðvitað, staðan var 15-17 rétt áðan en erfiður kafli á KA-liðum svo ekki sem meira sagt og Hamar búið að klára þessa þriðju hreinu, þetta fullera. Draupnir upp á Gísla og Gísli skorar. Flottur bolti frá Draupnir þarna og Gísli klárar það vel. 16-24. 9. stigið hjá Gísla, hans annað í þessari þriðju hreinu. Þá Gísli í uppgjöfinni. Kemur hér hörkubolti, Valgeir sem frábæra móttöku núna og svo klikkar eitthvað uppspilið hérna á Kristján. Það skiptir bara ekki máli, hann skorar samt og Hamar tekur þriðju hreinu 16-25 og það þýðir það að við erum að fara í fjórðu hreinu. Hamar hefur ekki sagt sitt síðasta hér í vetur. Já, þau eru bara þó nokkur hérna frá úr Hveragerði sem eru mætt til að styðja sína menn. Virðing á það en eðlilega heyrðist svona tölvöld meira í KA-fólkinu en það værum eitthvað að við værum ekki fleiri og heyrðist meira í okkur en sjáum þetta akkurat öfugt með við fyrstu tvær hreinunar. Nú voru að gestirnir sinna áður frumkvæðinu og KA-liðið var alltaf að elta mingu þarna tímabili nokkur sinnum í 1 stig en náðum aldrei að stíga skrefið til fulls og jafna metinn og Hamar svo hérna með 7 stiga kafla sem kláraði þetta endanlega og þeir vinna 16-25 sigur í þessari þriðju hreinu. Staðan þjórinn 2-1. Kíkjum svo á stigaskorið. Þessi KA kannski farið að spila aðeins svo mikið bara upp á Matteo sem komið með 18 stig. Gísli Marteinn með 9, Sölvi Páll 7, Stravko 3 ásamt Hermanni Bíring og Óskar Fernandes Elís með 2. Við vitum að Óskar að eiga við einhver meiðsli en ég var samt enga sig til að sjá aðeins meira frá honum. En sjáum hjá gestunum, það Marcin Grazza með 13 stig, Tamas Magyar með 9, Kristján og Hafsteinn Valdimar Sinir með 7 stig. Þeir eru samrýndir að vanda þeir bræður. Valgeir Valgeirsson 6 stig og Húbert Lasecki með 5. Kíkjum á tölfræðina í þriðju hreinu. Sjáum hérna 16-25 sigur Hamars, áfram með KA skora lungana sínum stigum úr smössum en kannski helsti munurinn við vorum að fara að gera fleiri mistök. Gerðum 2 í fyrstu hreinu og 3 í annarri, það að segja mistök í opnum leik, voru eins og 6 í þessari þriðju hreinu. Hamar eins og með 12 smarstig. Svo líka KA ekki með neitt ás, aðra hreinu í röð en Hamar með 2 ása hér. Engin lauma í hreinu sem vissulega vonbrigði fyrir okkur laumaáttafundur og 4 blokkir á Hamar, 2 á KA og svo eins og ég sjá að Hamar eins og að laga leik sinna hressilega, gerir aðeins 2 mistök í opnum leik. En kíkjum örstutt á leikin í heilsinni. KA vinnur fyrstu hreinu 25-20, rétt eins og þá aðra. Hamar eins og með frábær lokaspretti klárar þessa þriðju hreinu 16-25. Það svona aðeins byrja að jafnast út, smarstigin orðin mjög svipuð hjá liðunum. Og sjáum það að KA-lið kannski má fara að sækja aftur fleiri ása, en það bara draumur á mér. En já, þessi leikur alls ekki búinn, 4. hreina framundan. Og það spurning hvort að Hamar ná að stíga skrefið til fulls og knýja fram 8. hreinu.
Eða hvort að Káa-liðið náði aftur að býta frá sér og klára þetta hér í fjórðu hreinu. Það væri nú ansi magnað, við byrjum bara að klára þetta strax. En þetta fara að stað hér, boltinn á Matteo blokkaður, boltinn í leik, hérna Óskar upp á Matteo blokkaður og boltinn inn í leik, frábær björgun á strákunum. Nú er það sensin á gestunum, kemur hárku bolt á miðunni, frábær vörn hjá Matteo setur hann yfir, liggur hér eftir og kemur Marcin Grazza, en Matteo með móttuguna. Og hér er svo net á Hermann Bühring. Áfram eru Hamarsmenn að þjarma að okkur, algjör nauðvörn hjá okkur. Og svo í kjölfari slysast Hermann aðeins í netið og Hamar. Það er fyrsta stigið í fjórðu hreinu. Stravko upp á Sölvi, single block en að halda sínu góða gengi áfram hérna inn í fjórðu hreinu. 2-0 fyrir Hamar hér. Kristján Valdimarsson í uppgjöfinni. Setur hann beint á Matteus, góð móttaka Matteus, kemur Sölvi aftur, snúna skora Sölvi. Lemur hann í hárinu út. Sölvi komið með sitt 8. stig. Þetta er nákvæmlega sem við þurfum að gera. Þið sjáu það, við erum að lenda núna aftur single block á Sölva. Þegar við höfum bara að vera að setja boltan mikið á Matteo. Þá er miðjan yfir mætt á hann og þá þurfum við að nýta okkur það. Þessi bolti er ennið þá á lífi, vel gert hjá strákunum. Óskar ítur hann yfir, nú er séns aftur á gestunum, kemur Marcin Grazza og hvað er þetta þessi bolti? Nei! Við náum ekki að berga þessu. Áfram er bras á Káa-liðinu. 3-1 fyrir Hamar. Þeir eru klálega búin að ná vopnum sínum í lag núna. Húbert finna bolta, Sölvi með mjög góða móttöku, fær svo boltan á Matteo. Þetta setur Matteo út. Já. Þetta er svolítið stöngin út núna, búið að ganga vel í fyrstu 2 hrinunum. En núna eru boltanir aðeins að svíkja okkur, svo má segja. 4-1 Hamar og Húbert heldur áfram í uppgjöfinni til þess að fínt hjá Sölva. Boltinn svo á Gísla Martein, hann setur hann í netið og strákarnir taka núna smá peffund. Eins og þau eru bara að róa sig á, það er nákvæmlega sem Matteo er að segja. Og halda bara áfram að spila sinn leik. 5-1 fyrir Hamar hér og Húbert hendur áfram. Þetta er gott hjá Sölva, boltinn svo á Matteo bombar þessu, góð vörn hjá Húbert og kjölfarið einir Hafsnir að refsa strax, en svo kemur Matteo og skorar! Mikilvægt stig hjá Miguel Mateo Castrillo, hans 19. í leiknum. Vel gert hjá Matteo og náum að losa stöðuna. Eins og uppgerðnar frá Húbert hafa oft reynst okkur erfiðar og hann hafa endar oft sótt meira úr heldur en hann gerði akkurat þarna. Kemur Marcin Grazza og sjáu þið blokkina hjá Sölva Páli. Sölvi með svakalega sturtublokk. Þessi bolti gjörsamlega beint niður í gólf. Sjáum hérna Marcin Grazza í fínni stöðu. Einn á mótornum við Sölvi, hins vegar er bara miklu meiri nóg. Og minkar til 5-3 og hérna er bras á gestunum, þeir koma boltan yfir. Svo nýtt okkur það, kemur hratt uppspil á Gísla Martein sem skorar. Sjáu þið látbragðið í Stravko, hann platar alla með því að svona þykjast alla fara upp og spassa sig sjálfur þess að við háum þetta upp hana. Og fyrir vikið á bombar Gísles í gólfið. Ótrúlegur Black Haley, Stravko Kaminov og hérna er bras á þeim og þetta er ás hjá Matteo. Sjáum þetta aftur hérna, nú kemur boltinn á Matteo og þeir ná bara aldrei valda bolta og Káa búið jarni 5-5, 4 stig í röð.
Áfram höldum við, þeir eru svolítið að leita að Valgeiri og þessi bolti dæmdur úti, já, nei, byrði hann dæmdur inni. Línudómarinn sagði út, Sævar dómari sem alltaf hefur úrslitavald, dæmir hann inni og ég held að sé rétt. Þó að þessar myndir sé kannski ekki alveg fullkomnar, en þá held ég að sé rétt og Hafsteinn fær stigið. 6-5 fyrir Hamar, við náðum svo loksins að jafna metin. Æja, alltaf er upp á Gísla. Frábær vörn hjá þeim Matteus og Óskari og í kjölfarið skorar Matteo. Þetta var karakterstig. Sjáið þið vörninni hjá þeim félögum Matteus og Óskari og þessi bolti frá Óskari enda var í frábæru uppspili á Miguel Mateo Castrillo og hann jafnar í 6-6. 21. stigið hjá Matteo. Smarstig nummer 20 og hérna er Tamas Magyar að jafna fyrir ekki að koma Hamar aftur yfir. Þetta var ekki Haraldur, þetta var Tamas Magyar, við lögum þetta. Og svo kemur Ás hérna frá Hafsteini. Sjáum þeir held að þessi bolti var leiðin út en hann var allan daginn inni. Sjáum þetta aftur hérna 9. stigið hjá Hafsteini. Og aftur 2 stiga munur Hamar í vil. Hafsteinn hér. Þá er Sölvi klár, gefum boltinu upp á Matteo. Matteo skorar! Það munar alveg aðeins það þegar Ragnar er ekki í vörninni. Með fullri virðingu fyrir Hafsteini þá er hann kannski ekki alveg með liðleikann sem að Ragnar er með. Og svo skiptaði félagar. Ragnar kominn aftur á sinn stað í afturlínunni. Gísli Marteinn. Hörkubolti og þeir eru smá brasi hérna og það endar í því að þeir koma boltanum ekki yfir. Flottur bolti frá Gísla og sjáu það að þeir eru í smá brasi hérna en hérna ásamt Kristján allan að koma boltanum yfir samt. Og þetta er ekki að gefa andstæðinum svona stig. Hérna heldur Gísli áfram að þjarma að þeim í uppgjöfunum. Kemur Tamas Magyar, hann er út, ekkert touch. Og K.A. er komið yfir í 9-8, 3 stig í röð. Flott svar í strákunum. Það var 5-1 áðan, komnir yfir núna í 9-8. Og mikilvægt við höldum áfram að keyra á þá. Gísli Marteinn í uppgjörum búinn að vera með virkilega flottar uppgjafir. En Valgeir tekur þess að fínt á móti núna. Kemur Tamas Magyar, boltinn af hávörðinni, Sölvi tekur hann svo í kjölfarið, kemur Strafko á Óskar, Óskar af hávörðinni og skorar! Óskar Fernández Celis er að skora sitt 3. stig hérna í leiknum. Og kemur K.A. í 10-8 hér í 4. hrinu og þá temur Tamas Kaposi, þjálfari Hamars leikhlé. Fín sveifla núna hjá strákunum og K.A. leiðir hér 10-8 í 4. hrinu. Þetta hafi ekki verið rosalega margir sem að reiknuðu með að K.A. gæti skellt þessu ótrúlega liði Hamars í úrslitavínu. En ég svo sem sagði það nú í upphafi þessa einvígis að fyrst núna af þessum 3 tímabil sem hann var búinn að fylgjast með K.A. berjast við Hamar hef ég virkilega trúið að K.A. geti tekið á. Það er búið að koma á daginn að K.A. hefur verið í hörkuleikjum, leiðir einvígi 2-1, leiðir þennan leik 2-1 og er núna komið ansinn nálægt því að klára þetta verkefni. Við þurfum eins og að halda áfram og hvað þá líka þegar við erum með gæja eins og Kristján hérna
Ekki nóg með að vera ótrúlega stór og ótrúlega langar hendur. Þá getur hann líka hoppað og klárar þetta virkilega vel, skorar sitt 8. stig. Minnkar þetta í 10-9. Arnar Már Sigurðsson, formaður Bæklunda KA, mætti til að skúra. Það ekki mörg hlutverkin í kringum bakið sem Arnar hefur ekki sinnt. Þetta vel gert til Stravko, heldur sem bolti gangandi, kemur svo Matteo, en hittir hann ekki nægilega vel, setur hann í netti og staðan á nýja 10-10. Sjáiði blokkin hérna á Stravko, næra íta boltanum hátt við loft, Matteo sækir hann og svo kemur Matteo, setur hann í netti. Ekki þægilegsti bolti til þess að slá fyrir Matteo, en Matteo reynir að slá, setur hann í netti. Æja, Stravko, laumar! Ég er bara að bíða eftir lauminu frá honum. Þarna kom hún og skýta glotti sem á að fylgja laumum. Fylgdi að sjálfsögðu frá Stravko. Kemur KA í 11-10. Stravko svo sjálfur í uppgjöfinni. Kjöla magnaði gæi og við erum allt annað að sjá KA eftir að hann og Matteus komu inn í liðið eftir áramót. En hérna svaraði fyrir sig Marcin Gradza, skorar sitt fyrsta stig í þessari 4. hrinu. Flottur bolti í afturlínunni og Marcin kominn með 14 stig í heildina. Æja, Stravko upp á Matteo, Matteo af hárninni, frábær björgun hjá Ragnar að vanda, svo kemur Marcin Gradza en Matteo með geggjaða vörn, kemur Matteo hinum megin af hárninni, skoppar af netinu. Er KA með núna, kemur Matteo, Óskar, nei, það ekki að stýra sér boltan eða vel, nú snúaði vörn í sótt, kemur Marcin Gradza og kemur svo Matteo laumar og hvað reddar þessi bolti, hann reddar út. Sjáiði hvað Matteo getur verið mikill skítall, þykist ætla að taka hennar bolta, lætur hann svo fara. Algjör gólsveifla þarna hjá Matteo. Ég myndi alveg trúa að hann væri góður í gólfi. Þetta allavega slegið allavega mjög langt. En KA áfram með fórustuna 12-11. Þetta er heldur betur stál í stál. Hérna kemur Óskar Fernández Celis. Og hvar endar þessi bolti? Endar að Tamas Magyar nýtir honum hérna sem að endar hjá Sölva. Sölvi blokkaður. Og Stravko reynir að bjarga þessu. En frábær blokk hjá gestunum. Sjáum við aftur hérna boltinn frá Sölva. Blokk hérna og mér sýnist það nú vera Húbert sem tekur þetta. Húbert heldur betur búinn að vera góður í hárninni í dag. 12-12. Jafnt á síðustu tölu núna. Sölvi nær að íta sér bolta upp á Stravko. Kemur svo Matteo, ítir í hárnina og skorar að sjálfsögðu. Miguel Mateo Castrillo leikur við kvörn sinn fingur hér, 24. stigið hjá honum. Fór rólega af stað, skoraði 3 stig í fyrstu hrinu. En er heldur betur að minna á sig. 13-12 fyrir KA og þá kemur Andri Snær Sigurjónsson inn í uppgjöfina. Andri Snær tekið 3 uppgjöfir, 1 klikkað hjá honum. Hann er mjög öruggur í sínum aðgerðum. Sjáum hvað hann gerir hér. Fýtt bolti, mótið eins og góð hjá Marcin og svo kemur rætt uppspil hér á Hafstein. En Gíslinn er að verðast þessu, svo kemur Matteo og bombar þessu í gólfið. Miguel Mateo Castrillo, 25 stig á gæjanum. Vel gert hjá Gísla hérna í hárunni og í kjölfarið ná að snúa vörn í sókn og Matteo skorar og skorar og skorar núna. Og hérna er bras á gestunum og KA fær þetta ansi ódýr stig. Sjáum hérna smá bras á móttökunni en hérna hefur Húbert átt að reyna að gera þetta aðeins auðveldar. Næri ekki að hitta á Hafstein og KA tekur hér 3 stiga fórskot þegar að
Tamas Kaposi tekur leiklið fyrir Hamar. Þetta heldur betur að snúast núna. Kíkjum kannski östutt á tölfræðina í þriðju hrinu hingað til, nei fjórðu hrinu fyrirgefi. 15-12 hérna staðan og sjáum við Káa komið 8 stig úr smössum, rúmlega helmingi af sínum stigum. Hamar aðeins með 3. Þú segir ykkur það að Káa-liðið búið að ná frumkvæðinu og að pressa töluvert á gestina sem gerir það verkum og þeir ná ekki alveg sóttalendin sinni í gang, en hins vegar Káa að gera mun meira mistökum, kannski með það því að við erum að reyna að þvinga sóttalendin svolítið í gegn. Svo við erum bara að gefa þeim 6 stig með mistökum úr opnum leik. En staðan hins vegar góð, við sættum okkur alveg við það. 3 stig í röð Káa, komnir í 15-12. Áfram Andri Snær í uppgjöf. En nú verðast þau vel. Tamas Magyar hinum megin. Þessi bolti ennþá í leik, þannig að fór ekki í gólfið. Hamar hér í séns og Gísli Marteinn Baldvinsson með stórbrotta hávörn. Boltinn var ekki dæmdur í gól, þá heldur bara áfram og hanna single blokk Gísli Marteinn á móti Hafsteini. Hafsteinn brjálaður. Alveg spurning hvort hann ekki að fara að fá spjald. Hann búinn að láta vel í sér heyra frá upphafi leiks. Hér hann bara beðið að fara í burtu. Það var vissulega tæpur bolti, en við verðum að virða störf dómarana. Áfram Gakk, Anderstar með boltan enda sem að Valgeir tekur á móti, kemur boltin á Marsin blokkaður, frábær blokk, aftur. Ég sýndi það vera Gísli aftur, Gísli Marteinn Baldvinsson. Frábær gæi, ég segja, enginn blokka oftar í vetur heldur en Gísli Marteinn. Hann að heldur betur að skila sínu, hans 4. blokk hér í dag. Það helmingurinn af blokkunum með Káa með 8 blokkstig, Hamar 10. Kemur boltinn hérna og Tamas Magyar, hann nær ekki að ýta boltanum, setur hann í netið og nú Káa hreinlega að stinga af. Andri Snær virkilega öruggur í sínum uppgjöfum, leikliðin búinn hjá Hamar og þeir eru núna komnir í bara virkilega erfiða stöðu. Spurning hvort að menn séu aðeins að missa hausinn. Hér allavega Ragnar að öskra sína menn áfram, að halda áfram, bendir á hausinn, en þá klikkar uppgjöf með Andra. Ég mátti ekki hrósa hann svona mikið. Og Hamar nær að losa þessa stöðu. Bæði lið klikkað á 8 uppgjöfum, þar voru 5 hjá báðum liðum í fyrstu hrinu. Við sjáum það að menn eru heldur betur búin að stilla miðið af þegar liða hefur tekið ána leik. En þá Káa komið í svona erfiða stöðu þar sem að Húbert tekur upp hérna fyrir gestina. Það er einhver sem að pressa á hann. Þetta er svo þægild fyrir Sölva og hratt uppspil á Gísla og Káa losa stöðuna strax. 19-13, frábærlega gert í strákunum. Móttakarna Sölva frábær og hraða uppspilið á Gísla. Þetta er banvænt. 6 stiga munur, kemur Matteo, skoppar á netinu, þess að mjög vel gert hjá Ragnari og þessi bolti. Svo frá Hafsteini af hárunni og þeir týna boltanum í kjölfarið. Og Hafsteinn skorar þessi 10. stig. Hann búinn að vera að stíga upp núna í síðustu 2 hrinum. Minkar þeir í 5 stig. Vel gert hjá Óskari, boltinn tilbaka á Matteo í afturlínunni. Þessi er út, hann var rosalega tæpur, en hann er úti. Ég held að sé hárrétt af Sigurbeini. Línu dómara hérna. Ég held að sé rétt. Og staðan 19-15. Það kemur Marcin Gratza hérna, en mótaðan góð hjá Sölva. Kemur bara Matteo aftur. En hann er engin klár undir. Og háurnin góð hjá gestunum. Þeir eru komið 3 stig í röð núna. Þetta er ennþá galopið.
Þá tekur Káa leikhlé. Gía Gunnardóttir tekur þá fyrra leikhlé Káa í hreinunni. 3 stiga munur Káa í vil hérna. Það er ennþá alveg svolítið eftir að þessu. Og Hamar komið 3 stig í röð, eru heldur betur að minna aftur á sig. Já, hérna hér, hvar endar þessi leikur? Það væri alveg eftir í að við færum í Oddahrinu. Og ég persónulega væri alveg til í að sleppa því. Það þýðir það að Káa er búið að klára þennan leik. En jæja, heldum leik áfram hér. Móttakann Óskar er góð, Strafkó. Sölvi, já. Þessi bæði net og yfirstig hjá Sölva. Hann getum ekkert sagt við þessu. Sjáum hérna, Sölvi kemur á flegiferð og hann stígur vel yfir og lendir í netinu, þannig að þetta stig er klárlega Hamars. Og Óskar hérna beint á Strafkó, kemur Matteo laumar og Ragnar með geggjaða björgun og svo kemur háturinn í lagi á Káa-liðinu. Hvar endar þessi bolti? Endar á Tamas Magyar og Óskar frábæra staðsettur í að taka boltan hérna í afturlínunni. Og svo kemur Matteo og losar þetta fyrir Káa. 20. stigið í þessari hreinu og stigir með 26 hjá Matteo í leiknum. Skiptir engu máli hvort það sé í framlínu eða afturlínu, hann bara skorar að vild þessi gæi. 17-20 núna fyrir Káa, 20-17 og þá er Káa að gera skiptingu. Ég segi Óskar búinn að vera að díla við meiðsli og við höfum kannski ekki alveg séð hann að fullum krafti. Og í staðinn kemur Pedro José Lozano Caballero. Gaman að sjá hvernig Pedro kemur inn í þetta. Móttakann góð hjá Ragnari og svo kemur frábær bolti hér upp á Hafstein sem refsar strax. Hafstein eins og fyrirliðin er að fara svolítið fyrir núna. Komið með 4 stig í þessari hreinu, 4 í þriðju hreinu einnig. Höfum alveg hreinu, hann hefur ekkert satt sem síðasta. Þá skipta þeir aftur tilbaka Óskar og Pedro. Við sáum nákvæmlega ekkert af Pedro hana. Það er bara eins og það er. Þá er Hafstein komin í afturlínuna. Og Strafkó næstu búinn að skora hérna. Þeir frábær björgun af Tamas Magyar. Þeir reyna að lauma, Matteo rundir. Gefur þessu boltinn aftur á Matteo, hinum megin boltinn að Hártinni, ennþá í leik. Og Tamas Magyar blokkaður og þeir ennþá í leik hérna, skilja hann yfir. Strafkó á Matteo, Hártinni og skorar! Þeir hafa mikið fyrir stígur núna strákarnir en þeir hafa enga síður stígin í hús. 21-18. Og Káa er að þokast nær og nær þessu. 4 stig í viðbót sem Káa þarf til að klára þetta. Matteo tekur þetta smá spjall við Sævar dómara. Það var Gísli sem var að biðja að hafa verið moka Hamar en ég er ekki viss að það hafi verið rétt og Sævar er að biðja það, bara ekki verið að biðja þetta út í bláinn. Það var alltaf ekki Matteo þetta skinn. En hér klikkar uppgjöfin. Sjáum að Gísli sem búinn að vera að pressa mikið úr uppgjöfunum. Kemur með bolta en hann fer út og Hamar þakkar pent fyrir sig. 21-19 núna. Tamas Magyar fyrir Hamar. Það vil geta Sölva boltinn hér upp á Matteo aftur inn. Matteo setur hann út og það er einstingsmunur. 21-20 fyrir Káa núna. Þetta ætlar að verða áfram stál í stál maður. Sá hérna boltinn upp á Matteo og setur hann aðeins of langan. Spurningum þurfum ekki að reyna að dreifa spiluna aðeins meira. Nýta okkur Sölva sem dæmi. Strafkó upp á Matteo Hávörninni og hann er að skora. Hvað er ég að bulla með að leiða ykkur öðrum að vera með? Matteo skora sér 28. stig. Komið með 10 stig í þessari fjórðu hreinu. 22-20 fyrir Káa hér í fjórðu hreinu og eins og ég segi, Matteo er með 10 af þessum 22 stigum. Þetta er það bara svindlkall, algjör svindlkall. Já, þá kemur Strafkó fyrir Káa. Móttakann góð hjá Valgeiri
og afturlínu bolti hér frá Grazza og kemur hörkubolti frá Matteo. Þessi bolti enn á lífi en nei, Valgeir klárar þetta endanum. Valgeir minnkar þetta aftur í 1 stig. Bæði lið að sækja af gríðarlegum krafti. Hérna kemur Valgeir með frábæran bolta, smell hittir hann og Matteus nær ekki að stýra þessu. 22-21 fyrir KA núna og Valgeir er kominn í uppgjöfina. Stemningin frábær í KA-milinu. Æja, kemur boltinu upp á Óskar. Óskar er að skora! Af hávörðinu út, kemur KA í 23-21. Óskar Fernández Elís, hann er að bíta á jaxlinn og spila í gegnum meiðsli. Skorar hérna gríðarlega mikilvægt stig, fer svo í uppgjöfina sjálfur. Já, og byttu nú við. Nei, þeir ná að koma yfir. Þeir voru við það að missa hann að bolta frá sér. Æja, Strafko upp á Sölva. Sölvi, singublokk, en blokkaður. Góð blokk á Húbert. Kemur Matteo hinnum með. Matteo af hávörðinu og skorar! Hann er að koma KA 24-21. Þessi gæi er svo mikið rugl. 29. stigið hans. KA er einu stigi frá því að hampa Íslandsmeistaratitlinum. Stemningin er ærandi í KA-milinu. Óskar Fernández Elís í uppgjöf fyrir KA. Eru strákarnir að klára þetta magnþrungna verkefni. Þeir missa móttökunni yfir. Og Sölvi! Hann hýtir þessi bolta í gólfið og KA vinnur þennan leik. 25-21 í fjórðurinu og vinnur samtals 3-1 og er þar við Íslandsmeistari karla í blaki. Frábærar myndir hér, strákarnir fagna þessu vel einilega. Það voru ekki margir sem reiknuðu með þeim að geta klárað þetta einvígi mútið Hamar. Hamar búin að vera algjört svindlið síðustu ár, hafa varla tapað leik. En KA vinnur að hérna núna 3-1 í þessu úrslagi, vinnur 3 leiki, tapar 1. Sjáum hér stemninguna í KA-heimilinu. Þetta er algjörlega geggjað. KA síðast Íslandsmeistari í blaki karla árið 2019, þá unnum við þrefalt. Og núna náðu strákarnir að koma í veg fyrir það að Hamar inni þrefalt 3. árið í röð. Guð minn góður, hvað þetta er búið að vera stórkostlegt svar hjá KA-liðinu. Tók það langan tíma að finna stöðuleikan í sinni spilamennsku í vetur. Klálega vonbrigði þeir eru dutt út í undanúrslit í bikarnum. En þeir hafa heldur betur staðið sig frábærlega í úrslitakeppninni. Töpuðu fyrsta leikamóti Aftureldingu í Mosó, knúðu fram 8 leik með sigri í KA-milinu. Unnu svo ótrúlegan endur komu sigur í 8 leiknum í Mosó, 3-2 eftir að lenda 2-0 undir. Töpuðu svo fyrsta leiknum í úrslitakeppninni móti Hamar í Hveragerði. En vinna núna 3 leiki í röð og eru, ég ætla að segja, verðskuldaðir Íslandsmeistarar. Algjörlega frábær vetur á strákunum. Og þetta er algjörlega magna. Ég er aðeins að reyna að aðstoða hérna meira en bara útsendinguna. Já, Gunni Nella í stúkunni. Trúi því að nú vil hann meina að nú sé gaman.
Stemningin frábær hérna, ánægður Rúfur að sjálfsögðu mættir á svæðið að mynda þetta ásamt þó nokkur ljósmyndurum. Ævilega sagði. Mjög góður. Sjáum hérna smá pepp undir á KA-strákunum áður en þeir taka væntanlega eitthvað ærandi fagn. Guð minn góður, hvað þetta var vel gert hjá strákunum. Arnar! Prófa hann! Já, hérna sjáum við strákarna fyrir framan trommusveitina mögnuðu. Algjörlega frábært að klára þetta verkefni og sérstaklega klára það heima. Þetta er fyrir framan okkar magnaða fólk. Þeir sem mættu hér í KM-liðið í dag fengu heldur betur frábæran leik. Þökkum stefnu aftur hrikalega fyrir að bjóða frítt á leikinn sem og að bjóða upp á þessa KA-TV útsendingu. KA Íslandsmeistari í blaki karla 2023. Þá er komið að því að Hamar fái silfurverðlaun. Þeim er klappað lof í lófa. Eins og þetta er frábært lið sem hefur verið með algjöra yfirburði í blaki karla undanfarin ár. Það kom loksins að því að einhverju liði tókst að steypa þeim af stóli og það var frábært KA-lið sem gerði það hér. 3-1 sigur hér í dag, 3-1 í leikjum og þetta er algjörlega magnað og ef ég er ekki að misminna þá er þetta 60. stóri titill KA í meistaraflokki sem að vinnst hér í dag. Aldrei að vita nema að við fáum einni viðbót áður en blacktímabilið lýkur á morgun miðvikudag. Mætast KA Afturhelding í Mosó í fjórðarleik kvennamegin. Þar er Afturhelding í lykilstöðu 2-1 yfir og getur tryggt sér titilinn á heimavelli. KA þarf eins að vinna til þess að knýja fram oddaleik sem eru þá hér í KA-milunum á föstudaginn. En beiru það síðar. Núna eiga strákarnir okkar sviðið. Og þetta er algjörlega geggjað og finnur svo mikið á strákunum hvað þeim líður vel með þetta. Eins og þeir hafa fengið töluverðan skerf af gagnrýni í vetur, sérstaklega eftir bikarkeppnina. Þeir náðu ekki að spila sinn leik í undanúrslitunum og féllu þar úr leik. Hamar var bikarmeistari þriðja árið í röð í kjölfarið. En KA-lið var einfaldlega besta lið landsins í úrslitakeppninni. Það er einfaldlega ný keppni sem byrja þar. En hérna er komið að því að þessa stóri fari á loft. Hér fá þeir gull medalín hálsinn. Sjáum aðeins stemningun í stúkunni. Það eru líka stuðningsmenn undir stúkunni góðu. Það er svona myndalinn er staðsett. Fín mæting í KA-milið í kvöld og stemningin var virkilega góð. En nú er að koma að því að bikarinn sjálfur fari á loft. Það er vantarlega Birkir Freyr Elvarsson fyrirliði sem að mun hampa titlinum hérna magnaða innan skams.
Það að klára að afhenda öllum gullmedalíuna. Matteo brosir sínu breiðasta með dóttur sín í fanginu. Og hér fær Gígja Guðrúndóttir enn eitt gull sinn háls. Það fyrsta sem þjálfari meistaraflokks karla. Hefur staðið sig frábærlega í þjálfarateyminu. Hún Gígja Guðrúndóttir og vonandi nær hún að nýta þennan kraft á morgun til að knýja fram oddaleik kvennamegin. En nú ekkert að vanbúna en að bara sækja bikarinn. Já, hérna kemur bikarinn. Birkir Freyr Elvarsson tekur hér við bikarnum. Og eignabikarnum líka. Jæja. Íslandsmeistarar 2023 KA! Æja, hérna sjálfa strákarnir. Það springur núna. Magnaðir KA-menn. Og að sjálfsögðu Gunnhinella í stúkunni. Já, nú gaman Gunnhinella og allir KA-menn. Nú heldur betur gaman. Þá fáum við hér Champions aftur. Já, við förum svona að fara að setja gott hérna. We are champions í græjunum. Íslandsmeistarar 2023 KA. Tókst það sem að held ég fæstir byggust við að þeir næðu að leggja þetta ótrúlega lið Hamarsavelli. En þeir voru einfallega frábæri strákarnir. Ég held að við förum bara að setja gott. Ég heila enga veginn í mér að fara yfir einhverja tölfræði núna því miður. Ég ætla bara að fara að setja gott og taka þátt í fagnaðarlátunum. En annars þá þökkum við kærlega fyrir okkur í KA TV hér í dag. Vonandi fáum við hrein úrslitaleik kvennamegin á föstudaginn. Og það kemur ljós á morgun þegar KA afturlíking mætast klukkan 7 í Mosó að Varmá. En Ágúst Stefánsson heiti ég og með mér var Stefán Jóhansson. Þökkum kærlega fyrir áhorfið í dag og eins og segi, vonandi náum við að fá einn blakleiki viðbót en það kemur á ljós, annars bara eins og segi takk hérlega fyrir árið og við sjáumst, bless bless!